Litir í íslenska sauðfjárstofninum. Örstutt myndræn samantekt. Grunnlitirnir eru tveir. Það allar kindur eru annaðhvort mórauðar eða svartar. Auk þess geta þær verið með 3 mismunandi mynstur: grátt, golsótt, botnótt. Í sömu kind pláss fyrir hámark 2 mynstur í einu. Auk grunnlitar og mynstra geta kindur verið flekkóttar. Í mesta lagi þá til dæmis mó, golsu, botnu, flekkóttar. En þær geta líka verið hvítar. Þá sést ekkert af öllum þessum litum og mynstrum og flekkum, þótt það sé samt til undir hvíta litnum. Hvítt eins og snjór. Hann leggst ofan á allt þannig að það sjáist ekki lengur. En það samt til undir snjónum. Það hvíta litnum, sem þá í rauninni mynstur líka, og það getur erfst áfram. En skoðum þetta nú í myndum. Hér mórautt og hér mórautt lamb. Þessi svört og svart lamb. En þetta ekki svart, þetta grátt. Grunnliturinn svart og mynstrið grátt yfir verður grátt. Og þarna grátt lamb. Grunnliturinn mórautt með mynstrinu grátt verður grá mórautt. Og þessi tvö eru grá mórauð. Grunnliturinn svart með golsóttu mynstri verður svart golsótt. En grunnliturinn mórautt og mynstrið golsótt verður mógolsótt. Hér mógolsótt lamb. Og grunnliturinn svart með botnóttu mynstri verður svart botnótt. Og þarna svart botnótt lamb. Hér sjáum við botnótt, golsótt og golsu botnótt. Og þarna eru sömu kindur og þarna sjáum við hvernig það líta út þegar maður horfir á magan á þeim. Og gott að vita að botnótt heitir sumstaðar mögótt eða golótt eða gofótt. En golsótt heitir sumstaðar golótt eða mögótt eða goltótt. Þetta getur verið mjög ruglandi. Þetta kort sýnir að það sem fræðilega heitir golsótt og botnótt, sem sagt litamynstrin golsótt og botnótt, hafa mismunandi heiti eftir landshlutum. Og punktalínurnar svörtu eru á skilunum á milli þar sem það breytist á einhvern hátt. Og við sjáum að til dæmis í Borgarfirði og Snæfellsnesi í Suðvesturlandi heitir það bara golsótt og botnótt, eins og fræðilegi liturinn heitir. En til dæmis á bæjunum Svínafelli og Hofi í Öræfum, sem þarna undir Vatnajökli, á Svínafelli heitir golsótt mögótt og botnótt heitir golótt. Svo fer maður á næsta bæ sem heitir Hof og þar heitir golsótt golótt og botnótt mögótt, sem sagt það snýst akkurat við. Og svo sérstakt litarheiti fyrir botnótt á Vestfjörðunum, sunnanverðum Vestfjörðum, sem öðruvísi en annars staðar. Þar það kallað gofótt eða kofótt. Og sumstaðar golsótt kallað mögótt eða goltótt. En svo líka í Færeyjum og Hjaltlandseyjum, þar gamla tungumálið mjög skylt íslensku og þar eru þessi litaheiti til. Svartur grunnlitur með flekkóttu mynstri verður svart flekkótt og mórautt í grunnlit og flekkótt mynstur verður móflekkótt og þarna móflekkótt lamb. Hvítt, það sést ekki hvað undir hvíta litnum.
En þetta bara stutt samantekt. Það eru alls konar skrautlegar samsetningar til dæmis grá botnótt, grá móg, golsótt eða svart botnu flekkótt. Svo eru hvítar kindur stundum gular eða kolóttar. Allt það útskýrt nánar á mörgum myndum af mismunandi kindum á ólíkum aldri. Einnig lýst hvernig þessi litir erfast. Og það nefnilega í handbókinni Litadýrð. Allir skólar geta pantað ókeypis bekkjarsett af bókinni Litadýrð með því að senda tölvupóst á 8h13 hjá simnet.is.